og þú ert, en söngurinn minn og þú ert, alveg stórkostlegur, verður okkar. Þú ert hinn mikli Guð. Orðfáir tjáð, gleðin slík og þín ást, svo rík og ég veit að það mun ég segja hve stór og mikið þú ert. Orðfáir tjáð, gleðin slík og þín ást, svo rík og ég veit að það mun ég segja hve stór og mikið þú ert. Hinn mikli ég og þú ert, alveg stórkostlegur, verður okkar nær. Þú ert minn friðarprins og þú ert, en söngurinn minn og þú ert, alveg stórkostlegur, verður okkar nær. Þú ert hinn mikli Guð. Komið sæl, kæra fólk. Við erum að njóta samkomunar í Smárikirkju á þessum COVID-tímum. Þó svo að sé tómur salur og lokað hús, að þá reynum við að halda áfram að streyma. Núna gerum við þetta svo í byrjun ársins. Við streymum þessu þannig að við erum búin að ná í eldri upptökur á lofgjör og tilbeiðslu, klippa það saman, tæknifólki okkar er búin að gera það og sendum það þannig út svo að þá þurfti tónlistarhópurinn okkar ekki að koma saman og tæknihópurinn allur saman til þess að vinna verki núna þegar aðgerðirnar eru svona strangari á okkur í vegna COVID. En það breytir engu það að við njótum og við ætlum að lofa Drottinn saman og vera hér við hans nærveru í orðinu og bæninni og tilbeiðslunni. Og áður en við höldum lengra þá langar mig að
við biðjum saman. Mér langar að biðja fyrir ykkur sérstaklega. Nú get ég ekki séð ykkur, en ég veit að það eru þarfir hjá mörgum. Það eru sumir sem þurfa á lækningu að halda, sumir sem þurfa á snertingu að halda frá Guði á einn eða annan máta. Sumir sem eru í angist, sumir sem eru í kvíða, ótta. Við skulum biðja inn í þessa kringumstæður og treystum Guði fyrir kraft sinn að mæta. Þú sem ert í þörf, ef þú ert sjúkur, legðu hönd ef þú mögulega getur á þann stað þar sem veikin er, þar sem sýkin er, og við biðjum. Þú sem ert í angist, sem ert í örvæntingu, sem ert í kvíða, hlustaðu vel á bænina, meðtaktu hann, láta hann fara inn og meðtaktu kraft Guðs sem gerir þig heilar, hreinsar þig og reisir þig við. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir að megum biðja fyrir hverjum og einum sem er að hlusta, hverju og einum aðila, hverju einni fjölskyldu, í Jesú nafni, að þú komi núna með máttinn inn á heimilið, inn í þeirra kringumstæður, hvar sem þau eru. Og í Jesú nafni þá gengur út lækning frá krafti og anda Guðs inn í líkama þeirra, snertir þau og gerir þau heil núna fyrir Jesú nafn. Fyrir Jesú nafn. Þessar þrautir hverfa núna úr mjöðmum, þrautirna hverfa úr bakinu, þrautirna hverfa úr höfðinu í Jesú nafni. Halleluja. Þessi sár sem ekki gróa, þau mun gróa fyrir Jesú nafn. Takk, Faðir minn. Þrautir í augum, verkir, sjón depurð í Jesú nafni, gláka í Jesú nafni, heil. Takk, Faðir minn, fyrir heilbrigði þitt sem að streymi fram að krafti þínum og í mætti þínum og gerir heilt. Og við biðjum líka inn í kringumstæðu þeirra sem eru í örvæntingu, sem eru í kvíða, sem eru í ótta. Í Jesú nafni þá bráir af. Í Jesú nafni þá kemur nærvera Guðs, kærleikur Guðs, snerting Guðs almáttugs og lyftir hulu af, lyftir óttanum af, lyftir kvíðanum af í Jesú nafni og gerir heilt. Guðs blessun streymin í lífið, Guð blessun streymin í líf fjölskyldunnar allrar í Jesú heilaga nafni. Amen. To the wide open, and don't be afraid, and run into wide open spaces, graces waiting for you, dance like the weight is lifted, graces waiting, where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of
shake at the sound of Jesus' name. Lives been whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. And since before, prisons shake at the sound of Jesus' name. And lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Dance like the weight has been lifted. Amen. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Oh, dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Nú syng ég halleluja, því ég hræðist ekki óvininn. Nú syng ég halleluja, hærra en öll vantrúin. Nú syng ég halleluja, og vopnið það söngur minn. Nú syng ég halleluja, með mér stendur himinn. Storminn mig, skal ég syngja mér lag. Hærra
Syngjum aðeins hærra, Syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra. syngjum aðeins hærra, Hæðist ekki óvinni, syngjum aðeins hærra, syngjum aðeins hærra, söngur minn, syngjum aðeins hærra, 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 syngjum aðeins hærra. Storminum mín skal ég syngja mér lag. Hærra og hærra mun ég lofa hann þetta. Öskunni stíg vonin að finn. Sigra við dauðan, þú konungur mín. Storminum mín skal ég syngja mitt lag. Hærra og hærra mun ég lofa hann þetta. Og öskunni stíg vonin að finn. Sigra við dauðan, þú konungur minn. Nú syng ég halleluja. Nú syng ég halleluja.
Jesús ekki skuldar þú mér neitt, meira en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég þig. Ég iðrast þegar ég bið af gömlum vana. Ég iðrast þegar ég syng bara annað lag. Gef mér aftur líf þitt. Ég opna hjarta mitt í dag. Þegar ég kem með eigin vilja, ég iðrast að þú ert nóg en gleymi því. Gef mér aftur líf þitt. Ég opna hjarta mitt á ný. Undursamleg án þín, fætur þína vil ég dvelja við. Undursamleg heilög ásýnd, ég aldrei fara við. Blessun ekki við þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt, og meira en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég þig. Ég vil aðeins þig, því enginn er sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn er, nei enginn er sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn er, nei enginn er sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn er sem þú. Ég vil aðeins þig, enginn er sem þú. Við viljum bara þig, Jesús, því enginn er, nei enginn er sem þú. Vil aðeins þig, því enginn er sem þú. Vil aðeins þig, því enginn er sem þú. Finnst þess að ykkur þurfa að hýrða. Legðu þetta allt í hans hendur, hann er með þér. Og hann treyst honum og hann tekur þig í gegn. Ég fengi að reyna með mörg fengi að reyna svo sannarlega og ein til spurð. Vil aðeins þig, og segðu mér bara í dag. Ég vil aðeins þig, enginn er, því enginn er
Enginn er sem þú. Hver djúpar gjáin okkar á milli, hve hátt var fjallið ókliftað var. Í angist minni ég leit til himinn og þá nótt nefndi þitt nafn. Í gegnum myrkrið þín mikla elska rauf skugga djúp í minni sál. Fullkomið verk þitt nær allt til enda, Kristur Jesús lífsins blóð. Hver getur skilið svo mikla miskunn, fær hjartað fundið og djúpan náð. Guð allra alda, hann kom til jarðar, tók alla
Og þá ætlum við að kíkja aðeins í Guðs orð, skoða hvað hann hefur við okkur að segja. Ég nefndi það síðast, ég held ég hafi gert það síðasta sunnudag, já, að við ætlum að nota tíma núna framundan og skoða eina af grundvallarkenningum og grundvallaratriðum kristinnar trúar. Svo mikilvæg er hún að þó svo að þú hafir og ég hafi í gegnum tíðina að skoða þetta frá alls konar sjónarhornum og kafaði jafnvel djúpt í það, að þá er þetta eitt af því sem er svo gott og svo mikilvægt og svo nauðsynlegt að góð vísa er aldrei of oft kveðin. Þetta er bara þannig atriði. Ég hef fengið til liðs við mig núna fram á vorið, fram á byrjun sumars, Birkir Má Kristinsson og Guðmund Benedikt Vigfússon, og þeir munu koma hérna og tala með mér og kenna þetta efni einhverja sunnudagana fram á sumarið. Ég hlakkaði mikið til að heyri þeim, enda hafa þeir meðtekið báðu tveir opinberunarskilning á þessum sannleika Guðs, á lífinu í Kristi, að Kristur í þér og þú í Kristi. Þeir hafa fengið opinberunarskilning fagnaðar erindið, sem er dásamlegt að hlýða á, svo við hlakka mikið til að hlusta á þá. Þannig að það eru framöndan svona samkomur, vonandi verða þær opnar, vonandi verða þannig að við getum haft fólk inn í salnum. Það er alltaf skemmtilegra, betra, meiri nánd, það er bara öðruvísi. En í dag er það ekki svoleiðis, en við sjáum til hvernig við getum opnað upp aftur. En á meðan þá erum við saman við skjáinn, á meðan þá erum við saman til þess að læra og meðtaka það sem Guð vill við okkur tala. Trúargöngunni er gjarnan lýst við lífslaupið. Mjög oft, þú sér það í ritningunni, það er talað fæðingu, það er talað barndóm, úlingsár, fullorðinsár og samanber Jesús talar endurfæðingu. Hann talar það að einhvern tímapunkti þá þú þarft að endurfæðast til að sjá Guðs ríkið. Og endurfæðingin er upphafið. Það er eins og fæðingin í hinu náttúrulega, einhvað líf er byrjað. Síðan koma barndómur, úlingsár og svo framvegis. Og nú er það þannig, alveg, ef við bara tökum náttúrulega fyrst. Þegar barn fæðist, þá hefur barnið sinn innri mann sem er andinn innra með honum og síðan hefur það sál og það býr í líkama. Þannig erum við gert, við erum svona þríein. Og andinn er ekki sá sem tekur breytingunum fyrir að hann endurfæðist eins og Biblían segir. En hugur okkar, sál okkar, líf okkar, það er að þroskast, það er að þróast, það er að vaxa, það er að dafna. Og ef við skoðum þetta í samhengi við lífið í trúnni okkar og göngunum okkar með Guði, þá er það, eins og Rómarbréfið segir, þá er það hugarfarið sem það er að taka háttaskiptum. Taka háttaskiptum með endurnýjungu hugarfarsins. Til þess að hvað? Til að ganga inn í, til að sjá og reyna og upplifa hið góða, fagra og fullkomna hjá Guði. Með öðrum orðum, þegar þú endurfæðist, þegar þú eignast lífið í Guði innan með þér, þá er það í eitt skipti fyrir, það gerist. Það er komið. En allt hið ytra, allt í höfðun okkur, allt í líkam okkur, það þarf að byrja að taka breytingum út frá andanum. Og sum ykkar sem eru að hlusta, eigi kannski ekki einu sinni, þið hafa ekki endurfæðst, þið viti ekki alveg hvað er að tala þegar ég kemur þessu með endurfæðingun og það er allt í lagi. Ekki örvendar neitt með það er fullt af hlutum hérna og næstu sunnudaga sem þið getið meðtekið, skoðað og hugsað og gætt ykkur á góðu Guðs orði. Sum eru ungi trúnni, búin að ganga stutt, sum eru börn í trúnni og svo eru kannski aðrir sem eru búin að vera lengi trúið en eru ennþá kannski hafa ekki náð tökum á, þar að segja hafa ekki jafnvel trú á því sem að hinu grundvallaratriði sem Kristur gerði í hjarta þeirra. Það er að segja, þeir eru enn að brölta, þeir eru enn að ströggla um hver þau eru, þeir veit ekki alveg hver þau eru. Kannski búin að vera kristinn í langa tíma. Hver er ég í trúnni? Hvað er það sem Guð gerir raunverulega í mér? Hvað er þessi réttlæting og svo framvegis? Og ég bið ykkur að hafa þetta í huga þegar ég ætla að lesa núna úr Hebrabréfinu 5. kafla. Og þið getið reynt að skoða hvar eru þið stödd
í þessu ferli ykkar öllu. Þetta svolítið merkilegt vers, en það leggur svolítið grunninn fyrir það sem við ætlum að tala núna næstu sunnudaga. En sama hvar þú sér þig, þá engin fordæming. Það engin fordæming fyrir þig, það bara tækifæri til þess að segja, hey, hérna vantar mig að skilja, hérna vantar mig að sjá, hérna get ég tekið næstu skref. Þannig það alltaf bara tækifæri, ekkert annað. En lesum í Hebreabréfinu. Þar segir svona, svo hvern æðsta prest sem flokki manna tekinn að hann settur fyrir menn til þjónustu fram fyrir Guði til þess að bera fram gáfur eða gjafir og fórnir fyrir syndir. Hann getur verið mildur við fáfróða og villurámandi þar sem hann sjálfur veikleika vafinn. Og sökum þess á hann að bera fram syndafórn eigi síður fyrir sjálfan sig en fyrir líðin. Enginn tekur sér sjálfum þann heiður heldur hann kallar Guð eins og Aron. Þetta svona inngangurinn, þarna bara verið að segja að þetta eina leiðin. Það eitthvað spá umgangur í salnum. Þetta eina leiðin sem fólki undir Gamla testamentinu hafði. Það að segja að presturinn var kallaður af Guði og fórnirnar voru færðar aftur og aftur og aftur. Og hann færði fórnirnar ekki bara fyrir fólkið eða líðin heldur fyrir sjálfan sig líka vegna hvers? Vegna hann var líka breyskur maður. Hann var undir það sama seldur. Svo kemur næsta vers. En þannig eða svo var það og Krist. Ekki tók hann sér sjálfur þá vegsemd að gjöra æðstiprestur. Hann fékk þessa vegsemd frá Guði sem sagði við hann, og nú byrjum við að koma að kjarnanum í því sem að leiður okkur síðan inn í réttlætiskenningu Guðs orð. Þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, og öðrum stað segir, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Á jarðvistadögum sínum, það að segja Jesú, bar hann fram með sárum kveinstugum og táraföllum, bænir og auðmjúk andvörp fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða og fékk bænherslu vegna guðhræðslu sinnar. Og þótt hann sonur væri, lærði hann hlýðni af því sem hann leið, og þegar hann var orðinn fullkominn, gerðist hann öllum þeim hann hlýða höfundur eilífs hjálpræðis. Og Guði nefndur æðstiprestur að hætti Melkisedeks. Þetta munnfyllir. En það segir næsta vers, þetta höfum við langt mál að segja og torskilið, segir hann. Þetta munnfyllir. Í stuttu máli, þessi inngangur sem ég með hér, að segja það að Kristur kom sem maður. Hann gjörðist æðstiprestur okkar sem maður. Hann meðtók það frá himnum, frá föðurnum, að ganga inn í það. Hann með því að uppfylla sitt verk, með því að þegar hann var orðinn fullkominn, þá gjörðist hann fyrir þig og mig og öllum þeim sem meðtaka fagnaðarendi og hlýða því höfundur eilífs hjálpræðis. Flestir sem eru trúaðir kristnir sem að heyra þetta hugsa já, einmitt, hann kemur okkur til himna. Þetta það sem svo stórkostlega við hann sem sagt leysur okkur jarðneska lífi og þegar við deyjum þá förum við pottið til himna. Hinn náttúrulega fara bara alls, þau veit, ekki til himna. En þetta vissulega eilíðin í himninum, en þetta ekki nema bara brot af því verki og þeim tilgangi sem Guð hafiði með verki og þessu hjálpræði með Kristi. Og þetta það sem við ætlum að byrja að skoða. Hvað var það sem Kristur gerði fyrir þig og mig hér á jörð? Ekki bara inn í eilíðin einhvers staðar þegar við förum hérna af jörðríki, heldur hvað með núna? Hver stað okkar í dag? Hverju höfum við aðgang í dag? Hvað hefur hann gefið okkur sem þú og ég eigum í dag, en erum kannski ekki að framganga í sem skildi alltaf. Og þá kemur það. Þetta, segir Páll, ég trú að Páll hefur skrifað þessi bréf þó ekki sé allir sammála. Þetta sem við vorum að skoða höfum við langt mál að segja og torskilið. Já,
ekkert af þessu bara eitthvað, já, ekkert mál að skilja þetta. Þetta leyndardómur. Og þess vegna þarf að taka tíma og skoðan. Þess vegna þarf að taka tíma og kafi hann. En þetta grundvöllur trúarinnar okkar. Hlustuði. Þetta torskilið af því að þið hafi gjörst heyrnarsljóir. Enga fordæmingu, við erum oft heyrnarsljóð, það bara þannig. Við erum ekki alltaf að hlusta með þetta eða pæla í þessu, hugsa þetta. Og svo segir, og þó að þið tímans vegna ættu að vera kennarar, þá hafi þess enn á ný þörf að einhver kenniður undirstöðu atriði Guðs orða. Með öðrum orðum, ég bara núna að leggja grunnina í hversu mikilvægt það þetta efni sem við erum að fara að fjalla framundan. Þó að þið, mörg okkar, við sem erum búin að vera lengi trúið, tímans vegna, þá ættum við núna að vera orðið kennarar. Það að segja, tímans vegna í trúnni, frá því að þú gafst lífið og endurfættist, frá það til nú í dag, eru liðin kannski 2 ár, 5 ár, 10 ár, 15 ár, 50 ár. Og vegna þess að þú ert búin að ganga svo lengi, þá ætti skilningurinn þinn vera núna á þeim stað og þú að lifa á þeim stað að þú ættir að vera fann að kenna öðrum sem að byrja. En við erum ekki öll þar. Eigum að skammast okkur fyrir það? Það alltaf að skammast okkur fyrir það. Við erum ekki nógu dugleg allt það. En, ég sagði áðan, engin fordæming fyrir þann sem í Kristi Jesú. Það engin fordæming. Núna, elsku vinur, bara tækifæri. Tækifæri til að sjá. Notum tíma núna í þessu COVID-ástandi. Köfum inn í þennan stórkostlega sannleika og sjáum hvað það sem Kristur hefur gert. Og það svo auðvelt þegar ég segi eitthvað svona setningu eða þú segir svona setningu og þá hugsaum við bara, já, ég veit þetta allt, þú veist. Og margir, ég hef verið á þeim stað og við kristin. Já, ég búin að heyra þetta oft. Ég búin að fara í kirkju öll þess ára. Ég kann þetta. En af einhverjum ástæðum þá vantar inn í lífsneistan okkar það sem Guð setti. Svo við skulum alltaf vera auðmjúk og segja, nei, ég get enn lært. Ég get enn meðtekið. Ég þarf enn að skoða. Hvað það sem ekki hjá mér? Svo segir svo, þið hafið þörf á því að einhver kenniður undirstöðuatriði Guðs orða. Með öðrum orðum, það sem við erum að fara að tala undirstöðuatriði. Þetta grundvöllur trúar lífsins. Það ekki Jesús? Jú, svo sannarlega það Jesús og það sem hann gerði í þér og í mér. Svo heldur hann áfram þessa stórkostlu setningu. Svo komið fyrir ykkur að þið hafið þörf á mjólk, en ekki fastri fæðu. Muni eftir auglýsingunni. Mjólk góð. Mörgum kristnu fólki finnst mjólkin best. Ég nenni ekkert að fara að tyggja eitthvað svona andlega fæðu, eitthvað heavy melta og eyða tími eitthvað kafa. Gef mér bara mjólk, já, líður mér vel. Mjólk góð. Þið hafið þörf fyrir mjólkin á ný en ekki fasta fæðu. Og svo kemur stórkostlegur sannleikur og hlustuðu. En hver sem á mjólk nærist, og nú að tala trúaðan, hvaða trúaður einstaklingur sem að nærist eingöngu á mjólkinni barn í trúnni og skilur ekki boðskap réttlætisins. Pældi því. Þarna kemur það, grunnurinn. Þeir sem að enn vilja bara neyta mjólkur og þurfa að fá mjólk til að nærast. Þeir eru ekki enn búin að átta sig hver boðskapur réttlætisins sem undirstöðuatriði Guðs orða. Þetta alvarlegt að sjálfsögðu? Þetta alvarlegt? Við ættum að vera orðnir kennarar, en við erum það ekki. En, ég ætla að segja í þriðja sinn, engin fordæming, bara tækifæri. Bara tækifæri. Ekki láta þetta dæma þig, láta þetta bara sýna okkur hver tækifærin eru. Hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Sem sagt, fasta fæðan segir svo fyrir fullorðna, fyrir þá sem jafnt og þétt. Sýnir okkur að þetta ganga, jafnt og þétt. Þetta gerist ekki allt í einu, smátt og smátt, þá áttum við okkur á hver sannleikurinn í þessu og við fáum opinberna skilning. Og við höfum tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Við höfum tamið skilningavitin til að greina gott frá illu. Elsku vinir, þetta
það sem við ætlum að reyna að kafa svolítið í. Ég kem í mína vinkla á það, Birkir Már sína, Guðmundur Benedikt með sína og smátt viljum við mála mynd réttlæti Guðs í þér. Réttlæti Guðs sem undirstöðuatriði Guðs orða, sem skiptir öllu máli að skilja hvað réttlæti og hvað réttlæti í stuttu máli. Einföld skýring á réttlæti Guðs. Þessi mjög einföld og það hægt að útskýra það á betri hátt og þið munið smátt kannski fá að sjá betri mynd af því. En einfaldlega þýðir þetta í skilgreiningunni að réttlæti framfyrir Guði rétt staða framfyrir Guði. Með öðrum orðum, ef að bara búum við til setupið hérna, ef að Guð hér, Guð heilagur, hann almáttugur, heilagur skapari himins og jarðar. Hann svo hreinn, hann svo dýrlegur að það geislar á hann. Ég fæ ábyrgt í augun ef ég kæmi inn. Ég hins vegar, þú og ég, við í okkar eigin holdi, í okkar eigin mætti, í okkar eigin verðleikum erum hálfgerðar tuskur. Við höfum ekkert, við erum ræflar. Öðru leyti, við erum ekki með tærnar þar sem hann hefur hælana í hreinleika og heilaleika og tærileika, ekki nálægt í. Og við getum ekki komið þangað. Og ef ég kæmi inn á mínum forsendum, það get ég ekki. Ég myndi hreinlega bara brenna upp. Það ekkert í mér sem leyfir mér að koma inn í þessa nærveru. Þetta hinn andlegu veruleiki. Réttlæti Guðs gerir það að verkum að hann leyfir mér, hann búinn að gera eitthvað sem leyfir mér að koma hingað inn í nærveruna. Og ruslið í mér, það ranga, það vonda, það ljóta sem að lætur mig líða, ég get skil, ég get þetta ekki maður, nei Guð, ég get ekki verið að koma. Það, hann horfir ekki á það, hann horfir á inn í anda minn sem hann búinn að réttlæta, sem gerir það verkum að ég má koma inn og ég má standa teinréttur framfyrir honum, ekki vegna þess að ég svo klár og góður, ekki vegna þess að ég svo hreinn og réttlátur, heldur vegna þess að hann hefur réttlætt mig. Hann búinn að opna einhverja leið og það þessi leið, það þetta sem hann gerir innra með okkur sem aðalmálið sem við viljum að skoða. Því að þar leyndardómurinn, þar grundvöllurinn að öllu okkar lífi í Guði. Ef við ekki vitum, ef við missum sjónar af þessum sannleika, þá stöðnum við í trúnni. Þá náum við ekki fram til þess marks sem að Guð vildi og ætlaði. Og taktu nú vel eftir, ég veit ekki neitt kristinn mann sem segir, já, ég trúi að Guð hafi réttlætt mig. Bara flestir kristnir held ég sem ég þekki myndu segja það og taka undir það sem ég að segja. En alveg eins og í mínu lífi og lífi þínu og lífi margra annara, þá vandamálið ekki það hér uppi að segja, hann hefur gert það vegna þess að það stendur í Biblíunni sjáðu. Það að vita hvað það þýðir. Það að skilja það, skilja hinn stórkostlegu áhrif þess sem hann búinn að gera og leyfa því að ná tökum á líf okkar. Þannig að við lifum í þessu réttlæti. Ekki bara í þeirri von að komast til himna í lokin, heldur í dag frá degi til dags. Þá lifum við í réttlætinu. Þetta forsenda þess að ganga í trúnni. Þetta aðgangurinn af frelsinu. Þetta aðgangurinn að öllu því sem þú þráir. Það réttlæti Guðs í þér. Þetta alltaf svona, ég fer af stað og ætlaði að nota innganginn og láta klárast. Ég rétt hálfnað með innganginn og tíminn að búinn. Þetta klassískt hjá mér, en það bara svo margt í þessu sem þarf að skoða. Þú þráir frið, þráir hamingju, þráir kraft í líf þitt, þráir lausn. Allt þetta í réttlætinu í Kristi. Það ýmsar leiðir í þessa átt,
Ég ætla að lokum að lesa bara hérna úr Korintubréfi, öðru Korintubréfi segi ég, 5. kafla. Og þetta eitthvað sem ég ætla að enda á og ég hugsa að við byrjum hérna líka næsta sunnudag. Því að við höfum ályktað sem svo. Við höfum dregið þá ályktun af öllu því sem Guð búinn að gera og Kristur búinn að kenna og því sem gerst hefur. Að ef einn dáinn fyrir alla, Kristur dó fyrir alla menn og hann dáinn fyrir alla, ef einn dáinn fyrir alla, þá eru þeir allir dánir. Með öðrum orðum, þetta leyndardómurinn og kannski torskilið eins og Páll sagði, að ef hann deyr fyrir mig, þá lítur Guð þannig á að þú og ég og allir menn hafi farið á krossið með hann og dáið með honum. Ef einn dáinn fyrir alla, eru allir dánir og þú segir strax, ég ekkert dáinn, ég bara sprelllifandi þetta maður. Hér lykillinn. Hann að tala innri mannið þinn. Hann að tala andan þinn. Þetta innsta eðli mannsins, manns andan sjálfan. Það hann sem deyr og það þar sem verður á sér stað endurfæðing. Þar verður þú ný sköpun. Hlusta þá. Og hann dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifi ekki framar sjálfu sér, heldur honum sem fyrir þá dáinn og upprisin. Að við lifum ekki bara fyrir sjálf okkur heldur í honum. Þannig metum við hérðan frá engan að mannlegum hætti. Þóttir við þekkt Krist að mannlegum hætti, þekkjum hennar núna ekki framar þannig. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varðað engu, sjá nýtt orðið til. Þetta förum við kristnimenn fjálglega með. Okkur veist gott að segja, ég nýsköpun í Kristi. Og við erum það. Og leiðu við segja það, þá veistu jafnvel og ég að það ekki, ég breytist ekki útliti. Ég alveg eins. Það sama kartöflunni, sömu eyrun, sama, þú veist, hvað í gangi? Segir ég ný sköpun. Og veistu hvað? Svo fer að áttaðu á því að það alls konar hlutir í lífinu, gamli hlutir sem þú varst vanur að gera, þeir eru ennþá þarna. Sumt hrundi bara afmiltist þeirra, ég þurfti ekki það fyrir sig, ég bara losnaði við þetta, sem betur fer. En svo aðrir hlutir sem eru þarna og svo eftir einhvern tíma, þá verðist þeir koma aftur. Veitu hvað í gangi? Ég ekki ný sköpun í Kristi? Já, en svo synga ég og gerir rangt og svo fell ég og skríða á fætur aftur. Hvar þessi nýja sköpun þá, Halldór? Ég algjör máttlaus aumingi hérna í trúnni. Get ekki neitt. Af hverju það svo? Þannig að nýja sköpunin innra með þér. Nýja sköpunin andið þinn. Þar hefur þú endurfæðst. Ef þú búin að gefa lífið þitt honum. Og ef að þú finnur ekki kraft þess og mátt, þess líf sem þar og þeir finnst þú standaði illa eða vera aumur í öllu hinu, þá það vegna þess að það búið að breiða yfir. Það komin hula yfir skilningin á því hver þú ert í Kristi. Hlustið á þessi stórkostlu orð. Allt frá Guði sem sætti okkur við sig fyrir Krist og gaf okkur þjónustu sáttargjörðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttargjörðar. Með öðrum orðum, hann búinn að sætta þig við sig. Við erum þess vegna erindreka Krist eins og það væri Guð sem ámælti þegar við ámunum. Við biðjum í Krist að hann láti sættast við Guð og svo kemur þessi stórkostlega setning. Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd okkar vegna, til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Við erum líka sem kristinn áfjóð, við getum auðvitað að segja, hann var gjörður að synd mín vegna, ég átti að deyja á krossinum, en hann tók og var gjörður að synd. Eins og við skiljum það alveg hvað þetta var ekki, þú veist, það var bara sjálfsagt að skilja það hvernig hann var það synd. Hann var réttlátur maður, hafði aldrei gert neitt ránt. Hann var samt
að synd fyrir þig og mig. En þetta er bara önnur hliðin á peningnum. Hin hliðin er að hann, leið Guð, leið og hann gerir Jesú Krist réttlátan manninn að synd, þá tekur hann réttlæti hans yfir á syndugamanninn og gerir hann réttlátan. Þetta er ekki alveg svo vilt að trúa þessu, sko. Ég ekki að trúa hinn að hann har gert þetta fyrir mig, en að ég sé orðið réttlátur, hvað meinarðu? Það þýðir það að ég hafa átt sér stað umskipti. Jesús er réttlátur maður. Takt eftir þess vegna las ég svo og lagði áherslu á áðan. Hann var maður. Hann kom og gerðist maður og var prestur hætti manna. Hann er maður. Og hann hins vegar er réttlátur og gerði ekkert rangt. Hélt lögmálið allt til enda og uppfyllti það. Hann fer á krossinn og við förum með honum og synd okkar fer yfir á hann og Guð segir, hann er gjörður af synd sem réttlátur var. Og við deyjum. Þegar Guð lífgar Krist við aftur og reisir hann úr gröfinni, þá reisir hann sem mann. En hann lífgar hann ekki bara líkamlega frá gröfinni, hann endurfæðir hinn mannlega anda í honum og réttlætir hann fram fyrir Guði. Og það réttlæti er nú sett yfir á þig og mig. Þannig að ég og þú fáum þessa sömu stöðu. Andi okkar er núna þáttakandi, hluttakandi í guðlegu eðli og réttlæti Krists er innan með mér. Það stendur hér. Trúir mér ekki? Hlusta á hvað Guð svo segir. Þann sem þekkt ekki synd, gjörði þennan synd okkar vegna. Ekkert mál. Við trúum þessu. Já, stór mál, en þessu getum við trúað og þessu trúa flesti kristni menn. En seinni partinum, hinum hliðin á krónunni, peningunum þá er erfiðara. Það er þetta. Til hvers gerði hann það? Til hvers stendur hér? Gerði hann réttlátan manninn að synd? Til þess að við, þú og ég, mundu verða réttlæti Guðs í Kristi. Það er ekki bara hann að vera réttlæti ykkur, elsku vinur. Við erum réttlæti hans. Þess vegna er en endurnýjaður hugur, óendurnýjaður hugur, og hugurinn sem er enn að brölta í þessu gamla, líkaminn sem er enn að brölta í þessu gamla, þau munu ekki hafa nein áhrif, þau hafa engin áhrif hver þú ert. Þú ert réttlæti Guðs í Kristi. Og við ætlum að fjalla um þetta. Þetta skiptir öllu máli að þú vitir hver þú ert innanfyrir. Ok, ég er búin að fara aðeins lengra heldur ég ætla, eins og ég segi, tíminn hljóp frá okkur, en svona er þeim að fyrir að staði eitthvað svona, en ég hvet ykkur til að skoða. Þetta eftir að skýrast, þetta er tormelt, þetta er torskilið og allt það vegna þess að þetta er leyndardómur, andlegur leyndardómur, en veistu hvað, vertu með. Skoða þetta með okkur, kíkta á þetta, sjáðu til að Guð mun kenna þér. Ég get ekki opnað hjartað þitt til þess að þú sjáir þetta, en heilagur andi getur kennt þér. Hann getur opnað hjarta okkar. Hann opinberar og þú mun sjá og þú mun skilja hvað Guð hefur raunverulega gert í þínu hjarta. Í Jesú nafni, Guð blessi, elsku vinir. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.